Komið sæl. Í dag voru vetrarsólstöður og stysti dagur ársins því í dag. Sólin var á lofti í rúma 4 tíma á höfuðborgarsvæðinu og á morgun tekur daginn að lengja á ný. Suðaustlátt í dag, sjáum hér á stóra yfirlitskortinu okkar, það er þessi lægð á Grænlandshafi og svo hæði við Skandinavíu sem stýrir veðrinu hjá okkur í dag. Og á morgun suðaustlæg átt og skúradembur á sunnanverðu landinu en yfirleitt þurft að kalla fyrir norðan. Sjáum hér að hitasviðina, við erum í fremur mildum loftmassa og hitatölur að deginum með bilinu 0 til 9 stig, þá svalast í innsveitum fyrir norðan. En svo kemur heldur svalari loftmassi þegar líður á morgundaginn og annað kvöld og kólnar á vestanverðu landinu. Sjáum hér stöðuna klukkan 7 í kvöld. Suðaustan 5-13 metrar á sekundu og dálítil væta á víð og dreif á sunnanverðu landinu en yfirleitt þurrt fyrir norðan. Verður ekki mikil breyting á veðrinu á morgun þó hvessir heldur hér á landinu suðaustan 8-15 á morgun og svo bætir í úrkomu í fyrramálið á sunnanverðu landinu. Geta verið skúradembur sunnan til á morgun en áfram þurrt að kalla fyrir norðan og heldur hvassari vindstrengur við suðvestur ströndina. Og þetta er staðan í hádeginu á morgun, suðaustan 8-15 metrar á sekundu. Dálítil væta sunnan til en bjart með köflum fyrir norðan og hiti svona 2-9 stig að deginum, svalari innsveitum fyrir norðan á morgun. Svo þegar líður á morgundaginn bætir í vætu hér á vestanverðu landinu. Svo snýst í heldur vestlægari átt annað kvöld og kólnar með rigningu eða slyddu og þessi úrkomubakki heldur svo til norðausturs. Og fyrirpart dags á þriðjudag Þorláksmessu þá er útlit fyrir suðvestlæga átt á landinu 5-13 metrar á sekundu. Sjáum hér stöðuna í hádeginu. Skúrir eða slydduél á sunnan og vestanverðu landinu og kólnar heldur í veðri hjá okkur miðað við síðustu daga. Svona hiti eða yfir frostmarki í hádeginu á Þorláksmessu. En þá er búið að létta til heldur á norðaustanverðu landinu og hiti þar, rétt yfir frostmarki. Svo þegar líður á þriðjudaginn, líður á Þorláksmessu daginn þá er vaxandi sunnanátt, hlýnar rækilega á landinu og verður talsverð úrkoma hér á sunnan og vestanverðu landinu. Á köflum sunnan 15-20 metrar á sekundu, vestan til á landinu á Þorláksmessu kvöld. Yfirleitt hægari vindur á norðausturlandi og úrkomi lítið þar. Og svo þegar líður á þriðjudaginn aðfarnótt aðfangadags, hér á miðvikudag, þá er komin sunnan 15-25 metrar á sekundu. Sjáum hér þéttar þrýstilínur yfir landinu og snarpar hviður við fjöll og þetta er varasamt ferðaveður á aðfangadag og sjáum hér talsverð úrkoma á köflum á sunnan og vestanverðu landinu en yfirleitt úrkomi lítið norðaustan og austan til. Og þá er hlýtt í veðri hjá okkur, hiti á bilinu 5-13 stig á aðfangadag. Og eins verður hlýtt í veðri á jóladag og dálítil rigning með köflum eða súld og áfram nokkuð ákveðin sunnanátt hjá okkur hér á jóladag. Skulum skoða önnur lönd í Evrópu, hæð yfir Skandinavíu, rólegt veður þar, einhverjar skúraleiðingar á Bretlandseyjum og annars þar. Í álfunni er útlit fyrir að vera skýjað á morgun, hiti svona yfir 5 stig en öflugar skúraleiðingar hér við Miðjarðarhaf og talsverðar skúradembur á köflum og getur verið þrumuveður í þessu. Eins vætur samt á Íberíuskaga á morgun, hiti svona bilinu 5-10 stig, jafnvel hlýrra þegar best lætur í Portúgal á morgun og helst það getur sést til sólar í Sevilla syðst á Spáni á morgun. Og ef við lítum til Kanaríeyja, þá er útlit fyrir skúraleiðingar á morgun, hiti á bilinu 15-20 stig. Og áfram verður kalt í veðri í Kanada á morgun og snjókoma þar á köflum og talsverð úrkoma hér í norðvesturhluta Bandaríkjanna í Seattle og San Francisco. Annars staðar fremur rólegt veður í Bandaríkjunum á morgun. En hjá okkur þá er útlit fyrir suðaustlæga átt og skúraleiðingar á sunnanverðu landinu, geta verið skúradembur þar en yfirleitt bjart veður fyrir norðan og hiti svona bilinu 0-9 stig, mildast syðst á landinu. Skulum segja þetta gott að veðri í bili, verið sæl.